dásamlegt að fá því heimsókn. Takk. Ég var að spá í að byrja á láta þið draga spil frá henni Sigríði Klingenberg. Ok. Hún skildi þetta eftir hjá mér og hérna sagði, sko, þú ætti að fá að, hérna, þú ætti að halda síðan spilinu sem þú dregur og eiga það. Þú veist að ég er sérfræðingur í að laða til mig það góða. Ég veit það. Þannig að, sjáum til. Nú. Sko. Hvað segir þið? Þetta, ég hef ekki vandað mér nógu vel við að draga. Því að það stendur, passaði þig, það eru peningar framundan. Er það ekki ákvæmt? Jú, þú veist, ég snýst ekki peninga. Peninga. Og það er ekki svona það sem fær mig til að tikka eða hérna. Nei, hún ekki þá ekki að segja að peningarnir verði auka afurð af einhverju góðu sem þú ert að gera? Jú, auðvitað, peningar eru fínir, bara að því að þetta er ekki svona kjarnin í mér, Nei, ég skil þig. En líka því, passaði þig. Það eru peningar framöndan. Sumi verða náttúrulega alveg af öðrum abba, sko. Já, það er láta algjörlega stjórnast af því og maður veltir oft fyrir sér, hvenar er nóg? Það er mjög góður punktur. Já. Það er mjög góða punktur. Ég held að nú hef ég ekkert prófað að vera milljónamæringur. Nei. Eða miljardamæringur. En ég held að ef maður er með, ef að rótin að því þú færð að sækja í peninga er skortur og þú þarft að sanna eitthvað, þá myndu aldrei komast hjá því að þurfa að vinni. Sko, það er til fólk sem ég hef talað um fólk sem á gríðalegt magna peningum sem er samt alltaf með fjárhagsáhyggjur. Já, einmitt. Þegar á endanum ef þetta kemur frá skorti þá þú nærð ekki að lappa upp á hann. Nei, og líka svo er þetta spurningum við hvað miðaru. Svo ég hugsa stundum Diana prinsessa, henni hefur örugglega ekki fundist hún eiga nóg af kjólum að því að hún hefur bara miðað við einhverja aðra prinsessu sem áttu ennþá meiri kjóla og þannig að þeir sem eiga sko brjálæðislega mikið af peningum, þeir miða bara við einhverja aðra sem eiga ennþá meira brjálæðislega mikið af peningum. Nákvæmlega. Ég ætlaði nú að tala við þig einmitt alls konar svona hluti sem við töluðum í síman, sko, empowera, svona valdefling. Já. Og þá er einmitt gott að byrja bara þarna sem við erum núna. Okay. Eitt af því sem er kannski svona, hvað myndi vera öfugt við valdeflingu? Svona, þá ætla ég að segja, sko, samanburður er svolítið rótin að því að valdefla sig ekki, ef maður er stanslaust að bera sér, eins og þú ert að segja, með Díönu prinsessu. Já. Ef maður er stanslaust að við lifum á þessum tímum samfélagsmiðla og allt þetta, það sem tilhneigingin er að vera að bera sér saman við, í staðin fyrir að þakka fyrir það sem maður hefur. Einmitt. Að fara að bera sér saman við aðra og setja athygli á það sem maður hefur ekki. Já, góður punktur, já. En já, ég veit að, sko, andstaðan við valdeflingu er þá einhvers konar niðurrif. Já. Og jú, kannski samanburður er partur af því og sem er náttúrulega stór hluti að bara vanlíðan fólks í dag að það er þegar við erum að bera okkar innri líðan, einhverja raunverulega innri líðan sama við hið ytra hjá öðrum sem að velja einhver augnablik sem þeir setja á samfélagsmiðla og þegar við erum að bera okkar innra saman við hið ytra hjá einhverjum öðrum og þetta er ekki valdeflandi. Þetta er eiginlega hið öfuga. Akkurat, þetta er hið öfuga, já. Þetta er samanburður sem hefur rosalega vond áhrif á okkur. Já, ég þarf svo ofta að heyra þetta, þú veist, þegar að ég er tilhneigingu til að hugsa hratt og svo fer maður eitthvað á samfélagsmiðla og eitthvað áður að maður veit að maður fara að bera sér saman með eitthvað. Já. Kærastan mín segir mjög á þummi, segir bara svolítið, glemdu því, þú veist ekkert hvað er í gangi hjá öðru fólki. Einmitt. Ekki neitt. Ekki neitt. Einmitt. Og maður hugsa maður, sko, ef það myndur nú allir ríða yfir eitthvað tímabil þar sem að bara svona, þar sem að væri kannski einhver alda sem að væri að fara yfir landi þar sem að allir væru pínu þunglindir. Já. En við myndum samt á yfirborðinu væntanlega halda að væri allt frábært hjá öllum, sko. Já. Af því það er ekki líklegt að fólk væri að bera það á torg, sko. Nei, mér finnst samt mikil breyting bara á einhverjum áratugum það sem að fólk svona miklu meira þori bara að segja hvernig líður en ekki á samfélagsmiðlum. Á samfélagsmiðlum þú setur eitthvað fram á samfélagsmiðla til að sýna einhverja svona glansmynd yfirleitt og ég hef stundum, maður fer upp á fjallstopp. Maður er svona hæ af lífinu og glaður, þú veist, ég náðu þess, þetta mér líður svo vel, svo frábært, taka mynd. Einmitt. Og svo setur maður það á samfélagsmiðla en
svo ger ég það ekki því ég ligg, þú veist, kvefuð upp í rúmi eins og núna ég er búin að vera lasin, þú veist, ég var ekki ég var svo ógeðslega ömurlega slöpp og ljót og hallærisleg og þú veist, snýtandi mér og alveg bara, þá var ég náttúrulega ekki að taka mynd af því og setja það á samfélagsmiðla en mig langar heldur ekki að sjá svoleiðis myndir af öðrum. Nei, einmitt, það er náttúrulega mjög gaman að sjá fólk vera setja eitthvað jákvætt inn og gaman þegar fólk er að sigrast á sjálfu sig svona fjallstopp og svona auðvitað væri ekkit gaman ef allir væri bara að segja frá einhverjum depressiv og leiðilegu en á sama tíma er það með þetta þú veist að þegar ég hef staðið með því að vera mitt að maður er kannski að gera góða hluti og maður er að posta eitthvað í því, þá vill maður samt ekki vera gæinn sem er að ala á samanburði hjá einhverjum sem líður illa eða er óanaði með sjálfa sig. Nei, einmitt. En maður þarf þá líka bara að muna að því mér finnst hvetjandi að horfa á einhvern á fjallstindi, ofsaglaður eða búin að hjóla mikið og svona rjóður í kinnum og gaman sko. Mér finnst þetta hvetjandi, þetta fær mig til þess að vilja kannski fara út að hreyfa mig, en ég þarf samt að muna að þetta er bara valin augnablik í lífi viðkomandi er ekkit alltaf svona. Nei. Og maður þarf alveg að minna sig á það, þú veist, fallegasta fólkið og þetta sem að fólk sem virðist alltaf vera að afreka eitthvað. Það álíka svo sannarlega sína skuggahliðar og dimmu dali og bara er stundum bara inn í skáp alveg og maður þarf bara að minna sig á það til þess að bara svona aðeins að fá svolítið jafnvægi í þetta. Horfa á þetta jákvæða til að fá hvatningu en ekki blekkja sjálfan sig að þetta sé alltaf svona hjá öllum hinum en það er bara ég sem er stundum alveg Nákvæmlega. Mér langar hrósaði sko þegar ég er að tala við þig, bara guli liturinn að því sko töluðum aðeins í símanum það er tilhneigingu hjá Íslendingum að vera mjög gráir og svartir í klæðaburði. Það er svo gaman sko þegar þú ert í svona skærun lit að það er eitthvað það ýtir tíðninu upp. Takk, veist það, ítir tíðninu upp. Þetta er nákvæmlega það sem ég hef trúað. Ég held að það gefur manni orku, veist það, einu sinni ég prófaði þetta fyrir mörgum árum. Ég var í líkamsrækt og var í öllu svörtu og ég var að reyna að lyfta mér upp á einhverju slá og horfði í spegil og ég var í öllu svörtu og mér fannst ég vera máttlausari heldur en þegar ég er í einhverju, þú veist, órans eða einhverju svona upplífgandi, þá finnst mér ég fá meiri kraft, tíðnin verður hærri og ég get frekar lyft mér upp. Og svo finnst mér þetta bara einhvern veginn segja meira svona góðan dag. Það gerir það sko. Já, af því að veist, ég vil koma fram með gleði, bjóðan góðan dag og meiri segja þó að ég sé með kvef og eitthvað slöpp, þá ætla ég ekki fara að klína því á alla hina, þannig að ég lyfti mér og vonandi öðrum með því að nota svona jákvæða liti. Já, ástæðan fyrir því ég hef orðað á sér að þetta er frekar sjaldgæft, sko, þú veist, þegar maður fer að hugsa þetta, maður er í einhverju rými og fer að horfa á hvernig Íslendingar klæðir sig, þá er það bara mjög gjarnan, þú veist, grátt og svart og þarna, ég sé þetta, sko, sérstaklega þú kemur einhvert nær miðbögg, eins og í Afríku, þá er bara, það er verið að nota alla litina sem er í boði. Já, og það sagði mér einu sinni kaupmaður í tískuverslun að, sko, það var einhver æðislegur rauður kjóll út í glugga eða eitur grænni, eitthvað svona mjög áberandi og ég kem inn, veist, þetta bara var eins og segull á mig og þá sagði kaupmaðurinn, já, fólk kemur inn út af þessum lit en svo kaupir það svörtu útgáfuna. Þannig að það varstu kannski að panta sko 10 svarta en 1 í lit. Til að vera með hann í glugganum. Já. En þetta svona tengir inn í það sem við vorum að tala um í síman og eitt af því sem mér langaði að tala um við þig, sem er, þú veist, þetta er náttúrulega auðvitað mjög mannlegt, en kannski sérstaklega á Íslandi, við erum fá og þú veist, við viljum kannski ekki að, þú veist, ef maður horfir bara aftur í tíman, þú veist, þá viljum við ekki að Gunna í næsta húsi sé að horfa á okkur og dæma okkur og þá er ágætt að falla bara inn í fjöldan, vera bara eins og hinnir. En það er svo gaman af fólki sem leyfi sér að stíga inn í styrkin sinn og svona vera einstaklingur. Og ég hef oft upplifað þetta með mig ef ég hafa tímabil þar sem ég klæddi mig stundum í rauðar gallabuxur eða eitthvað svona og fyrst var maður að fá jafnvel svona eitthvað neikvæða orku á sig að því ég er kallmaður. En svo því meira sem ég var bara, mér finnst þetta flott, ég vil vera í þessu, þá er eitthvað að allt í hennu fór ég að fá fullt af hrósi, sko. Já. Þegar ég var farin að vera, mér er alveg sama, ég er ánægð með þetta, að þá fara víbrurnar einhvern veginn að vera þannig, vá, þetta er geggjaða buxur. Já. Og allt í hennu er eins og maður sé að kveiki eitthvað ljós hjá fólki, sko.
En það líka Sölvi, aldurinn. Þú veist, þegar að maður unglingur eða bara svona hefja lífsgönguna eða byrja á vinnumarkaðnum að sanna sig eða eitthvað, þá lætur maður hafa meiri áhrif á sig hvað öðrum finnst. Svo bara kemur að því lífsreynslan og svona bara að manni verður bara nákvæmlega sama og þú veist, ég hef bara ákveðin smekk fyrir mig og þá velja fyrir mig, akkur á ég að vera velja fyrir einhvern annan, ég meina ég bara velja fyrir mig. Einmitt. Og það kannski það að sjálfsöryggi, því að ég vinn við það að efla fólk, hjálpa fólki með sjálfsöryggi, örugga tjáningu, geta sett málefni á dagskrá, njóta sín í fjölmiðlum eða þú þarft að koma einhvers stað fram fyrir hönd vinnunar til dæmis. Þannig að ég að vinn við að efla fólk, fá fólk til þess að hafa trú á sér og standa með sér og ég bara alltaf að sjá það betur og betur að því meira sem þú ferð inn í kjarnan og þorir að vera algjörlega þú, því sterkara verður. Og veist, bara þetta hljómar rosalega væmið og svona. Hann langar að heyra útskýrið það betur. Þú segir því meira sem þú ferð inn í kjarnan, hvað felst í því? Og meira sem þú þorir að vera þú? Og hver leiðina? Því ég held að mjög marga langar að komast þangað. Já, sko... Þetta svo stóra pælingar. Já, stundum svolítið vont að fara svona inn í sko, eitthvað svona rísastórt þegar maður ekki búin að afmarka hólfaða niður. En að finna sinn innri kjarna, bara milljón leiðir að þess og hver og einn náttúrulega finnur sína leið. En einhvern veginn, sko ég þarf fyrir mig og að því ég að horfa kertaljós hjá þér hérna, svo hugulegt hjá þér Sölvi, að sko ég þarf að finna innra ljósi með sjálfri mér, innra með mér og ég trúi því að við höfum öll innra ljós og stundu þá næstum því, þú veist, það getur verið svo mikið þunglindi að það getur verið svo miklu félagslegir erfiðleikar eða erfitt fólki kringum mann eða fátækt eða annað og það getur næstum því slökkt ljósið en þú veist, ef við finnum leiðir til að tendra okkar innri neista þá njótum við miklu meiri velgengni og ég bara, mín leið var sko, mér finnst ég reyndar að alltaf hafa verið svolítið svona, mér finnst ég alltaf að hafa verið svolítið sérstök, ég bara segja, sannleika sagt, að sko, ég flutti svo mikið, ég bjó hjá einstæðri móður og við vorum á leigumarkaðu, flutti mikið, þannig að ég þurfti svo oft að byrja á því að sanna mig upp á nýtt, skiptum skóla og hverfi og svona, og þannig að bæði varð ég svona færi að umgangast ólíkt fólk og líka einhvern veginn að svona kynna mig upp á nýtt, byrja upp á nýtt og þannig að mér fannst ég alltaf vera svolítið sérstökum, mér fannst stundum eins og ég passaði hvergi inn svo fattaði allt inni því á fullorðin ef þú passar eiginlega hvergi inn, það passar á allstaðar af því þú veist, þá ég ekki bara einhvern veginn þróttari eða bara heimdæklingur, þú veist, sumir setja sig í alls konar svona hólf ef þú ert ekki í einhverju afmörkuðu hólfi þá passar þú á miklu fleiri stöðum ástu miklu opnari fyrir bara svona alls konar möguleikum og alls konar röddum og kannski við sem að sækjum svona í að vinna í fjölmiðlum við erum kannski svolítið mikið svona en sem sagt, svo þannig að þegar ég fór að verða fullorðin og svona mann áþreifanlega eftir því þegar ég fór að finna mitt innra ljós það var bara alveg áþreifanlegt að þá var ég, og ég skrifaði meiri segja bók eftir þetta sem hét Laðaði til í það góða og löngu uppselt meðsölubók, kom út árið 2012 að þá var þetta þannig að ég var í fæðingarólofi með son minn í vagni eldri son minn í vagni og það var allt gott í lífi mínu en ég var út að labba í drunga og svona leiðinda veðri og það var svo þungt yfir mér ég var eitthvað svo þungi sinni og þá fór ég að hugsa að býtu, hvað þetta með mig, akkur ég ekki að njóta betur stundarinnar þegar ég hefða svona gott og líf mitt eins og ég vil hafa það með litla dásanlega barni í vagni og ég fór að fara í langar gönguferðir með þannig vagnin barni í vagninum og fór síðan allt í einu að temja mér það að þakka fyrir og ég breytti þessu bara í meðvitaðar og markvissar þakklætis göngur þar sem ég bara setti mig markmið að út þessa götu ætlaði ég að finna eitthvað að þakka fyrir og þetta var rosalega löng gata, ég manni því ég byrjaði á þessu fyrst, þetta var ægi síðan
Okay. Og ég þurfti að finna alltaf eitthvað nýtt að þakka fyrir, þú veist. Það var svolítið erfitt, ég þurfti kannski endurtaka aftur, þú veist. Þakka fyrir að búa við hafið, mér finnst það, gefa mér orku og það er gaman. Horfða á Bessastaði, þakka fyrir Bessastaði, þú veist, við búum við lýðræði. Fann alltaf eitthvað nýtt að þakka fyrir. Og svo allt í einu fann ég að ég var bara fann að fljúga. Þú veist, ég bara þaut áfram hana. Og ein hugmynd kveikir aðra og ég var komin í eitthvað svona jákvætt són. Og ég fór bara að stunda þetta, að fara markvisst á hverjum degi langar þakklætisgöngur. Og þetta breytti mér, vegna þess að ég fór að tengja mig við eitthvað innra með mér og fór að finna að rót velgengni, þú veist, jarðvegur velgengni er þakklæti. Það er ekki þetta hamast eins og hamstur og hjóli að reyna að eignast meira eða vera duglegri eða vakna fyrir eða eitthvað. Það er meira þetta að hvíla í þakklæti. Horfa á það sem maður hefur, það sem maður getur og býr við og svona sem er jákvætt og það gaf mér bara svo mikla vellíðun og auki sjálfstraust og svo kom ég heim og ég fór að, því að svo svaf sonur minn áfram sem er ungur verkfræðingur í dag, vinnur í Danmörku, að hans hélt áfram að sofa í vagninum og ég fór að venja mig að fara inn og skrifa eftir þetta, því að ég var bara svona í flæði bara, og svo fattaði ég eftir á, ég var náttúrulega í serotonin flæði, þetta var hamingju hormóna framleiðsla að sérst vera á mikilli hreyfingu, kannski miklu móturoki, þú veist ég með rokið í fangið og arkaði þarna og hugsaði þakklæti, að þannig að var ég að framleiða hamingjuhormónin serotonin alveg í massavís og svo faðmaði ég litla barnið sko, fekk oxytocin hvað hann heitir? Já, oxytocin. Já, og þannig að ég var svo hugmyndarík og frjó og svona og ég settist niður og skrifaði. Og svo endaði nú með því að ég sagði upp í vinnunni, ég var semst ritstjóri á tímariti og þurfti bara einhvern veginn ekki að vera í þessu boxi. Ég vildi bara fara að lifa við meira frelsi, stýra mig sjálf og skapa mig verkefni. Og þarna fikk ég hugrekki til þess sem að í raun og veru, því að nú í dag lifi ég í þessu gig-hagkerfi, verkefnadrifna hagkerfinu, sem ég held reyndar að sé mjög mikið í framtíðin. Það verði ekki allir á stimpilklukku gervigreindin og allt að breyta vinnumarkaðinu það mikið, að við þurfum að næra trú okkar á okkar getu og hugmyndaflug og svona til þess að búa til okkar eigin verkefni. En þarna sem sagt bara breytti ég svona sjálfstrausti mínu, hugafari, ég gerði breytingar á lífi mínu og svo var þetta kveikjan að alls konar námskeiðum sem að ég hef síðan verið að halda í rúm 20 ár. Þjálfun fyrir fólk, ég reyndar alltaf að bæta við með þekkingu og endur vinna þetta, en þetta varð samt að svona, þetta var grunnurinn að verkfæra kistunni sem ég get sótt í til að hjálpa fólki að efla sig. Það hljómar sko, þú veist þetta sem er náttúrulega enska orðið að manifesta. Þú veist það var bók náttúrulega sem er kannski svona ekkert ósvipuðum dúr á bókin sem þú ert að lýsa með við titilinn, The Secret, sem gekk mjög mikið út á þetta. Já. Við erum skilir alveg frá því við erum lítil börn og sérstaklega held ég kannski í karlmenn að þú veist þetta karlæga er að fara út og gera eitthvað. Já. Og ég er enn að glíma við þetta að framheilin minn segir ef ég þéna meiri pening eða ef ég að láta hlutir að ganga þá þarf ég að gera meira og ég þarf einhvern veginn að þú veist þetta svona ef ég noti þessi ensku orð sko að force á móti allowing. Þvinga eitthvað fram frekar en að lifa því að gerast. Já, nákvæmlega, og þá er það svona þetta mér skaman þegar þú ert að tala því ég trúi því að við séum að fara inn í tíma þar sem að tíðinni jarðarinnar sé meira að koma með þetta kvenlega inn, svona þessa feminin orku og feminin orkan er bara allowing sko, að en við framheilin okkar á svo erfitt með að trúa því að því framheilin okkar, hann þarf að geta röklega skilið allt sko. Þannig að þegar þú ert að segja sko röklega einhvern veginn, þú veist, hvernig get ég farið bara í eitthvað þakklæti og byrjað að tendra eitthvað ljós innra mér og þá bara allt í henni byrja einhverjir frábæri hlutir að koma til mín. Rökheilin, hann vill þetta ekki og hann skilur þetta ekki. Og ég held að karlmenn eigi erfiðara að jafna þið heldur en konur með að leyfa sér að fara í að treysta bara alheiminum og treysta því bara ef að hann náungi sem ég hef fylgst svolítið með sem hann heitir Aron Abgi og hann átti setningu sem satt í mér þar sem hann sagði Until your state of being becomes the most important thing in your life you will not have the motivation required og þá á hann bara við að ef að þú setur alla athyglinna á því að
Your State of Being sem þá í íslensku væri bara það hvernig. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.